mótjóladella, hún á sér náttúrulega rætur alveg aftur til þess bara fljótlega eftir ég lærði að ganga og síðan að hjóla. Svo heldur maður þessi skefjum í x langan tíma því að maður er náttúrulega upptekinn við aðra hluti. Og því lengur sem maður heldur hlutunum í skefjum, þeim mun sterkari eru þeir þegar þeir koma inn aftur. Og ég endurnýjaði sérst kynni við mótjólamennskuna þegar ég var í kringum fertugt fyrir einhverjum, ja, tæplega það, kannski fyrir einhverjum 12-14 árum síðan. Og svo einhvern veginn gerist bara eitt af öðru að þegar ég síðan er farin að, þegar ég er kominn með tjald og svefnpoka á hjólið þá smellur eitthvað og ég, þessi mótjólaferðamaður verður til og þá var ekkert aftur snúið sko. Svo kynnist ég Unni og ja, kannski frekar að hún segir frá því hvernig hennar upplifun á þessu sko. Það ég bara, já, þegar við kynntumst þá var það bara nokkuð ljóst að þetta var áhugamál númer 1 og 3 að hjóla mótorhjóli og að ferðast á mótorhjóli. Og ég sá það ef þetta samband átti að eiga einhverja framtíð, þá varð ég bara að vera með. Þú veist, það var eiginlega alveg sama hvernig ég sneri þessu fyrir mér. Ég var bara stökk á vagninn. Já, Unnur stökk svo sannarlega á mótorhjólavagnin því að þegar Högni kom heim úr mánaðarlangri hjólareisu með 8 ára son sinn Evrópu árið 2008 var okkar kona byrjuð á mótorhjólaprófinu. Ég hef engan sérstakann áhuga á mótorhjólum sem slíkum, þú veist, mér finnst gaman að hjóla en ég þekki ekki tegundir eða neitt svoleiðis. En það er að ferðast á mótorhjóli er skemmtilegt, miklu skemmtilegra heldur en að rúnda á milli bensínstöðva. Beautyið finnst mér líka í þessari ferðamennsku, eins og þetta að byrja daginn á því að maður pakkar saman drastinu sínu og reynir að koma því fyrir á þennan litla farskjóta og svo purrar maður á stað út í daginn og maður veit í hvað átt maður er að fara, maður veit ekkert hvað bíður maður, maður veit ekkert hvað maður ætlar að vera kvöldið. Svo spinnum maður daginn svona áfram. Unnur og Högni eiga baki fjölmörg löng mótorhjólaferðalög allan heim. Það lengsta spannaði 147 daga og 30.600 kílómetra gegnum 20 lönd. Ég ákvað að taka hana mjög varlega inn í þetta heimshornaflakk og Unnur hélt að við værum að fara í rómantíska 9 daga ferð til þess að rúnda Færeyjar. Já, það var sett hann upp að við ætlaðum að fara 2 til að byrja með. En hópurinn taldi sem sagt 13 mótorhjól og við vorum saman í Færeyjum í viku. Gríðarlega skemmtilegu túr. Mjög skemmtilegu túr. 2014 förum við svo í þennan túr til þennan Mið-Asíu leiðangur okkar sem við kallum. Þá sögðum við störfum eða fengum launalaus leyfi og vorum á ferðinni í 5 mánuði. Eins og með svona stóra ferð, margra mánaða, áður þið fóruð að heiman, voruð þið búin að kortleggja þetta? Hvað þið ætluð að gera, hvað þið ætluð að skoða, hvernig ætluð að hafa þetta? Nei, maður teiknar þetta bara mjög gróflega upp og við þurftum náttúrulega að vera með einhverja beinagrind að því hvernig þetta myndi raðast upp. Meðal annars út af vegabréfsáritunum. Já, svolítið baks í kringu svoleiðislaga í þessum löndum eins og þessum Stanlöndum og Hvíta-Rússlandi og Rússlandi og öðrum. Og já, svo í rauninni, svo leggur maður bara á stað og maður er að fara í einhverja ákveðna átt og maður veit að maður þarf að ná, þú veist, sirka báta ákveðið langt því maður veit ju hvað er langt tilbaka. Þannig að þetta er bara svona nokkurn veginn, en svo spilast dagarnir bara og svo breytist alltaf eitthvað. Það eru veðurskilyrði og þú veist, og það er heilsufarið og svo bara rekst maður kannski allt í einu á okkur, stoppar maður allt í einhverjum bæ sem maður líst vel á sig. Eigum við ekki bara að slæpast einn á morgun? Þá gerir maður það bara. Já, ég meina, já, ferjan fer eftir 4 mánuði, það er ekki eins og ég sé að missa af henni. Þannig að það er ekki sú pressan, sko. En þið eru sem sagt ekki að flakka á milli gististaða, þið eru með ykkar gististað á hjólinu eða hvað? Bæði og. Já. Bæði og. Við notum náttúrulega töluvert svona síður eins og booking.com og þess áttar og reynum að finna okkur einhverja staði, ódýra gistingar, heimagistingar, hótel í svona bara hefðbundum klassa. Og svo náttúrulega tjöldum við eitthvað líka, sko. Þannig að við eigum það er ekkert pantað fyrirfram, sko. Það er bara, maður verður að redda sér bara fyrir að halla það smá. Við áttum 1 hótel bókað fyrirfram í þessum túr sem spannaði 147 daga og það var bara því við urðum að kaupa það til að fá vegabréfsáritun í Hvíta-Rússlandi. Þetta er ekki fyrir 6 mánaða ferðalag, þetta er ekki mikið farangursrými. Hvernig, það hlýtur að vera einhver fræði bak við það hvernig þú pakkar? Já. Sko, það er gjarnan talað sko að maður fari í svona 3 pair of underwear
ferðalag. Og meðal annars við kölluðum þetta nú það hjá okkur, þrennar narjur væri svona svolítið þemað, sko. Því þú getur ekkert leyft þér að vera með neitt auka. En svo eru svona, þú veist, það eru svona einfaldir praktíski hlutir. Í snyrtibutunni ertu með tappa í handlög, vegna þess að á gistiheimilum og hótelum ekki tappar í handlögum. Þegar þú ert komið með tappa í handlög, þá ertu komið með vísir af vaskafati til þess að þvo fötin þín í. Hefðbundnir stuttermabólir, þeir kosta kannski bara 2 evrur í búð. Og það er alveg saman hvar þið ber niður í heiminum, fólk gengur í bólum og brókum og þetta er allstað fáalegt fyrir lítið. Þannig að meðan maður ekki þeim pjattaðri með svona hluti. Og svo svo verður þetta bara, heldur maður þessu gangandi. Og svo skiptum við kössunum dálítið upp, sko, þú veist, þessi hérna, hann heitir eldhúsið, það er bara þannig. Og það kemur til út af því að þegar hjólið á hliðarstandara, þá hallar það meira á þennan veginn, þetta er mest aðgengilegi kassinn, hérna er prímusinn og það sem helsta sem þarf. Þannig við getum stoppað og hitað okkur kaffi eða hvað sem er á miðjum degi eða hvernig sem verða vill. Þarna er eldhúsið, en hér? Þetta er svona, hvað maður að kalla þetta, dagstofuna. Hérna er svona það sem maður notar svona meira dagsdaglega. Hann er mjög aðgengilegur, þú vilt ekki vera með henni þungt hérna, þetta er hátt á hjólinu. Og hérna er maður kannski með hlýrri peysu til þess að smeygja á sig og eitthvað sem maður vill hafa mjög aðgengilegt. Og svo nauðþurftir og eitthvað sem maður sem ekki komast í kassan þann daginn eða maður að grípa með sér. Við erum gjarnan með strappara eða teygjur hérna ofan á kössunum. Þannig að það er hægt að henda þá hérna og strappa það fast. Við vorum að koma hérna yfir Skarðið góða. 4614 er hérna núna. Ég held ég færi rétt með að það sé 4680. Helvíti hátt. Það er alveg andstuttur. En bara svona líkamlegt, svona, ég myndi ekki stíga upp á mótorhjóli í fyrsta skipti og fara í 6 mánaða túr. Er þetta ekki svolítið svona, þarf þetta ekki að vera í dálítið góðu formi? Eða hvað? Svona, er þetta ekki svolítið erfitt? Við erum nú hvorki íþróttafólk eða vön í sko, hérna, motocrossi eða neinu slíku, sko. En hérna, jú, við séum bara alveg í meðalagi í góðu formi. Andlega hliðin þarf að vera í lagi? Já, ég held að það skipti eiginlega meira máli, sko. Við þurfum náttúrulega að þola hvort annað allan þennan tíma því að við vorum alltaf saman. En að vera á sitt hvori hjólinu gefur náttúrulega þann möguleikann að við getum farið sitt hvori áttina ef að samkomulagið versnar. Já, ekki það að nokkuð hann komið upp, sko. Nei, það komið. En þannig að andlega hliðin er eitthvað sem að telur? Já, ég myndi segja það og líka þetta, sko, þessi samvera í svona langan tíma. Þetta er svona, það þarf að vera undirbúin dálítið undir það. Hvað kom ykkur mest á óvart? Hvað var svona mest framandi? Gæði fólksins. Já, fyrst og síðast. Það er alveg nákvæmlega sama hvar maður er niðurkominn. Það er alltaf, hérna, þetta er alltaf þetta sama. Hérna, fólk basically alls staðar eins, sko. Það er að fást við sömu hluti bara á öðrum forsendum og alltaf eitthvað tilbúin að hjálpa. Því það var svolítið það kannski sem að maður kveið í upphafi. Maður fór á stað með ákveðna fordóma bara eftir það sem maður er búinn að það sem maður matar á í fréttum og blöðum og alls konar på netinu að fólk séu ákveðin hátt í ákveðinu löndum eins og í Rússlandi, þar keyra allir fullir. Það eru allir í mafíunni líka og meira og minna allir morðingjar. Já, og lögreglan gengur fyrir mútum og eitthvað slíkt, sko, en það eru lögreglur sem hafa gefið sig að okkur í gegnum tíðina. Það hafa gegnumsneitt verið að spyrja hvort það geti aðstofað okkur, sko. Ég held ég haf aldrei séð drukkinn mann í Rússlandi. Ég man ekki eftir því. Þegar maður hugsa tilbaka, þá er oft svona, sko, þá kom oft upp í hugan einhver svona ómerkileg atriði sem að, hérna, þú veist, maður fattar rauninni ekki fyrr en eftir á hvað voru bara flott og skemmtileg, sko. Mér dettur í hug, hérna, myndin sem að þú tókst af mér og manninum í Úsbekistan. Þar kemur maður, við stoppum einhvers staðar til þess að reyna að fá eitthvað að borða. Við héldum þetta væri veitingastaður. Eftir á að hyggja vitum við ekki einu sinni hvort þetta væri veitingastaður. Við settumst í skuggan fyrir utan og gáum til kynna að við varum svöng. Og konan á heimilinu, hún bara kinkar kolli og hleypur eitthvað í burtu. Við föttum það ekki fyrir eftir á, þá fór hún örugglega til þess að fá lánuð egg hjá nágrannanum til að bjóða okkur upp á. Á sama tíma kemur keyrandi inn á stæðið maður á afgömlu mótorhjóli með hliðarvagni sem að bara leit ekki út fyrir að vera gangfært. Við þarna bara hringgöngum mótorhjólið hvor hjá öðrum bara til þess að stúdera þessi faratæki. Ég þetta skrýtna hjól hans og hann skrýtna hjólið mitt, sko. Og svo smelti Unnur á einhver mynd þar sem að hann bauð mér að sitast á hjólið sitt og stilti sér upp og pósaði við hliðina á mér. Og svona moment, þau sita alltaf einhvern veginn í manni, sko.